Við ætlum að fara í eina grein hérna sem að heitir Hér er kona konu eftir Vilborgu Gunnarsdóttur sem að er með skjálftastíki rithöfund. Nei, sem er áhugamaður almenna velferð. Ég held að það er rithöfundur. Allavega. Konur eru núna í áhrifamestu embættum á Íslandi. Þetta er í fyrsta skipti sem það gerist, sem að pínuleyti sorglegt og það hefur ekki gerst fyrir. Spáði ef einhver myndi segja að kallar eru nú í öllum áhrifamestu embættum á Íslandi. Alltaf bara snúaði við. Það er eina sem við þurfum að gera til að komast að hvort eitthvað sé sexist. Snúðu bara kynjónu við. Þannig er þú strax búin að sýna, þú ert bara sexisti, þú veist. Allavega, við kusum okkur forseta á árinu, fengum nýjan biskup, báðar ungar og frambærilega konur, ríkislögreglustjóri kona og nú leiða ríkisstjórn 3 konur sem ætlaðar að taka til hendi í ríkiskassanum. Það voru konur í meirihluta ráðherrahópsins. Af þeim sem ég hef hitt undanfarið finnst mér hljóðið þannig í flestum þóttir hafi ekki kosið þessa flokka, menn vilji gefa þessu tækifæri og líst vel á hvernig farið á stað. En nú aftur, tökum bara dæmið að einhver væri bara svona ánæður að það væri kallar sem væri í öllum þessum valdastöðum, bara því að væri kallar. En ekki að því að vera hæfustu einstaklingarnir endilega, heldur að því að voru kallar. Það er þessi skipti máli. Sá aðili er náttúrulega leið orðinn kvenhatari og þú veist, myndi fá það gjörsamlega óþvegið. Við þurfum að normalæsa það, sætta okkur heldur ekki við svona grímulausan sexisma gagnvart körlum. Og það er bara að fara að breytast og þetta fólk er að missa tökin á umræðinni. Það er búið að missa tökin á umræðinni. Póllinn er farin að breytast í atvinnulífinu vestanhafs og mun gera það fljótlega hér líka. Hörðu, höldum áfram. En hvað gerist þegar þessi staða er komin upp? Út úr alls konar hornum og skúmaskotum skríða karlar sem finna konunum allt til foráttu þó þeir þora ekki að nefna að það sé vegna þess að þær eru konur. Umræðan málefnin verður öðruvísi og á lægra plani hjá þessum körlum. Þeir keppast við að spá þessu samstarfi illa og hafa sumir með erfiðleikum neyðst til að óska þeim til hamingju. Ég hef reyndar heyrt konur sem ekki vilja gefa þessu tækifæri, tala hversu hallærislegt það er að faðmast í beinni og tala það hvað var borðað á fundum en það ekki allar konur landsins sáttar. Það má ekki gleyma því þegar umræðan fer að snúast hverju konurnar klæðast. Það er á lágu plani. Jú, mér finnst það á lágu plani að ræða klæðnað þingmanna nema að sé að brjóta einhverja reglur eða eitthvað, það eru leiti á það ekki að skipta máli. Ok, ég er rosalega, mér finnst alltaf rosalega gaman að svona málum. Út úr alls konar hornum, skúmaskotum skríða karla sem finna konunum allt til foráttu. Hversu margir tjáðu sig samstarfið illa síðasta ríkisstjórnarsamstarf og töluðu mjög illa Bjarna Ben, töluðu mjög illa Sigurðinga og mjög illa Katrínu. Ef þeir tala illa þá félaga, eru þá bara að tala illa Katrínu af því að þeir eru sexistar. En réttmæta gagnrýnin er á Bjarna og Sigurð. Má það af því að þeir eru karlmenn. Þeir keppast við að spá þessu samstarfi illa, alveg svo allir gerðu með síðustu ríkisstjórn sem voru 2 kallar og 1 kona. Það var ekki gert af því að fólk hafði ekki trúað þeim að þeir voru karlmenn. Nei, af því að út af kynið þeirra, heldur vegna þess að stefnurnar þeirra voru svo ólíkar. Mjög svipað á núverandi flokkar. Þannig að já, auðvitað má gagnrýna fólki sem að setjast í stjórn. Gagnrýni á konur þarf ekkert að vera vegna þess að þær eru konur. Ef þú ert að gagnrýna manneskju í embættinu bara fyrir að vera kona, þá máttu virkilega fara að hugsa þinn gang. Ef þú ert að gagnrýna stefnu eða málefni, þá er það bara fullkomlega lögmætt gagnrýni. Ef þú ert að verja þingmann eða ráðherra bara af því hún er kona, þá ættir þú virkilega að fara að hugsa þinn gang. Ok? Það sem við konur tökum hins vegar eftir að það tala á annan hátt. Þeim finnst eðlilegt að segja frá hversu mikið traust ríki þeirra á milli og hversu vel þær hafa náð saman. Þetta er auðvitað mjög mikilvægt, en hvenær myndum við heyra karla í sömu stöðu segja frá með þessum hætti? Þetta er góður punktur með muninn á kynjónum. Konur tala betur hvor aðra, en meina það ekki endilega. Kallar segja minna en meina kannski meira það sem þeir segja. Það er alveg þekkt að kalla séu beinskeyttari. Það er ekkert alltaf vinsælt. Þess vegna geta konur og kallar ekki endilega alveg þekkt að konur og kallar tala öðruvísi hvort við annað. En nú kemur það sem að ég hef út á að setja, ég hef
hún að setja út á mikið í þessari grein. Gott að eiga góða vinkonu. Við konur vitum svo vel hversu gott það er að eiga góða vinkonu og þekkjum hvenær sá vinskapur er sannur. Hverju þekkja konur þetta eitthvað sérstaklega? Vinátta milli karla er alla jafna ekki jafn djúp og einlæg og hjá konum. Þeir slá á bak hvers annars með bjór í hönd og horfa á fótbolta eða fara í golf. Þeir tala almennt ekki saman hvernig þeim líður. Jú, við gerum það. Við tölum það sem skiptir máli þegar kemur á svona. Það er nefnilega málið. Við erum bara kallar og konur tjá sig öðruvísi. Það að kallar tjái sig öðruvísi við vini sína, karlkyns vini sína, heldur en konur tjá sig við kvenkyns vinkonur sínar, þýðir ekki að sé ekki jafn einlæg eða djúp vinátta þar á milli. Við þurfum ekki að segja, af hverju telja svona manneskjur að kallar þurfi að tjá sig eins og konur til þess að það sé gilt það sem við segjum. Þetta er nákvæmlega sem að þetta er mjög skaðleg umræða. Kallar tjá sig öðruvísi og það er bara allt í lagi. Þeir kallar konur þekkja ekkert meira hvenær vinskapur er sannur. Það er miklu meira að konur baktali hvor aðra. Jafnvel einhverja sem eiga að vera bestu vinkonur. Það er miklu algengara að konur tali ógeðslega fallega hvorum aðra meðan þær eru þarna en meini það ekki. Það er miklu algengara að kallar sé að grínast með því að segja ljóta hlutin hvern annan og séu, en þú veist, myndu svo hoppa fyrir kúlu fyrir hvern annan. Ég á félaga og við grillum hvern annan oft alveg svakalega þegar við hittumst. Ég myndi hoppa fyrir byssukúlu fyrir þá og ég veit að þær myndi gera saman fyrir mig. Vinátta karla er alveg jafn djúp og einlæg og hjá konum. Þetta er bara mesta kjaftaði sem ég hef heyrt. Hvað veit þessi kona um það? Hvernig vinátta er hjá körlum? Hvað í andskotanum þykist hún vita um það? Er hún að njósna alla kalla sem að eiga samtal sín á milli? Heldur hún að við séum bara að slá á hvers annars með bjór í hönd, bara að horfa á fótbolta og fara í golf? Við tölum saman, sko. Þetta er svona dæmi bara snúðu núna aftur kynjónum við. Og hvernig heldur þetta sé ef við myndum bara halda að vinskapur kvenna sé bara að fara og gista saman, vera á nærfötunum að fara í kottaslag. Þetta er alveg jafn mikið stereótýpa og alveg jafn ógeðslega heimskuleg. Það fíkur aðeins í mig við að tala um þetta, sko. Þetta er svo rakinn sexismi og hún leyfir sér það vegna þess að þetta er í áttina að körlum. Þessi pistill er eitthvað heimskulegasta sem ég hef nokkuð tíma lesið. Maður þarf bara aðeins að kafa í hann til að sjá hversu mikið. Eins og ég segi, galdurinn er alltaf snúðu við kynjónum, þá sérðu hvort eitthvað er sexist eða ekki.